Fjórða, fimmta og sjötta boðorðið vinna öll saman til þess að vernda lífið frá upphafi þess, gegnum uppvextin og að lokum í ellinni. Þessi boðorð hljómar svona: fjórða boðorðið, heiðra skaltu föður þinn og móður, fimmta boðorðið, þú skalt ekki mann deyða, og sjötta boðorð, þú skalt ekki drýja hóur. Í fyrstu Mósebók segir Guðs orð okkur frá því hvernig Guð skapaði mannin, Adam, úr leiri jarðar og blést lífsanda sínum í nasir hans. Þannig var maðurinn lifandi vera. Maðurinn þannig bæði hluti af hinum efnisbundna heimi því hann búinn til úr leiri jarðar og hann líka andleg vera því Guð hefur blásið lífsanda sínum í hann. Við erum ekki sál sem að býr í líkama eins og grísku heimspekingarnir hugsuðu. Líkaminn ekki heimili okkar eða eign okkar, heldur erum við líkami okkar. Maðurinn sem sagt eining líkama og sálar. Bæði líkamlega og andlega hliðin eru hluti af heilum manni. Og síðan segir fyrsta Mósebók okkur áfram frá því hvernig Eva sköpuð úr hlið eða úr rifbeini Adams. Megin boðskapurinn með þessu það að maður og kona af sama upphafi. Og kannski mætti segja af sömu tegund jafnvel þótt þau séu að ýmsu leyti mismunandi og frábrugðin hvert öðrum. Og að samaskapi eru þau líka frábrugðin öllu öðru sem að Guð hefur skapað. Þar með talið dýrunum, því maður og kona eru sköpuð í Guðs mynd en það eru dýrin ekki. Allt mannkyn hefur sem sagt eitt og sama upphaf í Adam. Einungis Eva tekin af karlmanninum einum, en allar kynslóðir síðan eru teknar bæði af móður og föður, af karlmanni og konu, á þessir staði sammenningu þeirra. Þó eru við ein undantekning á þessu, þannig að hringurinn slotast. Því að einn maður í sögu heimsins tekin af konunni einni og sá maður það Kristur. Og þá ætti að vera auðvelt að sjá hvernig allt þetta tengist saman. Þegar karlmaður og kona sameinast í hjónabandinu, þá það ekki bara fyrir þau tvö. Heldur hyggst Guð nefnilega skapa nýtt líf þar. Hjónin eiga þess vegna að elska og virða hvert annað og þannig skapa börnum sínum gott heimili og góðar aðstæður til þess að vaxa úr grasi. Og til þess sjötta boðorðið líka sett. Og einmitt út af þessu getur kristin kirkja ekki lagt blessun sína á neitt það sem að dregur úr þessum tilgangi eða brýtur gegn boðorðum Guðs. Og kirkjan getur ekki blessað kynferðisleg samlíf utan hjónabands karls og konu. Það jafnt við allar birtingamyndir þess, hvort sem að ræða einnarnætur gaman, eða vændi eða óvígða sambúð, framhjáhald, kynvillu, eða jafnvel bara hugóra og klám. Hér ber auðvitað að benda á nokkra ritningastaði og þá fyrst og fremst 22. kafla Matteusarguðspjalls. Þar talar Jesú hjónaband sem ævi langa sameiningu karls og konu sem ekki má sundur slíta. Eins má skoða fyrsta kafla Rómverjabréfsins, þar sem að Páll postuli tengir kynvillu við það að hverfa frá drottni og afneita honum. Og áfram í 7. kafla fyrra Korinthubréfs, þar sem talað þá einingu sem skapast í kynlífi og hvers vegna hún takmarkast við hjónabandið. Ef við höldum síðan áfram og skoðum 5. boðorðið, þá það töluvert opnara í umfangi sínu og gefur lífinu almenna vernd. Ef þú elskar náunga þinn, þá viltu augljóslega ekki að hann deyi og enn síður að þú verðir orsök þess. Það á við alveg frá upphafi lífsins í móðurkviði og til náttúrulegs dauðadags. Guð kallar okkur til þess að vernda lífið en ekki til þess að eyða því. 4. boðorðið lítur síðan á heimilið og uppeldi barna frá hinni hliðinni, það að segja frá sjónarhorni barnana. Guð hefur gefið foreldrum bæði köllun og rétt til þess að ala upp börn sín trúlega og í aga og umvöndun hans, en að sama skapi gefur hann börnunum köllun til þess að bera virðingu fyrir foreldrum sínum og fyrir því valdi sem að þeim falið. Og því eru börn köllun til þess að vera foreldrum sínum hlýðin. Og þetta mynstur fjölskyldunar má síðan líka bera saman við skyldur okkar til yfirvalda sem við eigum einnig að vera hlýðin. Augljóslega ber að hlýða Guði framar heldur en bæði foreldurum og yfirvöldum, en það gefur okkur samt sem áður ekki rétt til þess að fyrirlíta það vald sem að sett yfir okkur.
Fjórða boðorðið veitir síðan að lokum lífsvernd í síðasta fasa lífsins þegar við veikjumst og öldrumst. Synir og dætur eiga að bera virðingu fyrir foreldrum sínum í ellinni og lengi vel var það svo að börnin sáu þá heimili, hjúkrun og allar lífsnauðsynjar. Í skilningi Biblíunnar sú ábyrgð ennþá til staðar þrátt fyrir að hið opinbera býður upp á slíka þjónustu á Íslandi í dag. En samkvæmt orði Guðs ábyrgðin samt sem áður ábyrgð barnanna. Og hver veit hversu lengi hið opinbera hefur efni á slíkri umönnun, hvenær við þurfum að axla þessari ábyrgð aftur sjálf. Og með þessum hætti vinna 4., 5. og 7. boðorðið saman til þess að veita lífinu umfangsmikla vernd frá upphafi til enda.